Já, góðan daginn og velkomin á íbúarráðsfund. Við erum aðeins fara í dag og nokkri varamenn komið á fund, en það er mjög flott. Anna-Lísa og Björn Ívar, og svo er Martin og ég. Um, við skulum bara skella okkur beint í dagskrána og fyrst mál á dagskrá er málefni nýja Skerjafjarðar og fyrir uppbygging að svæðinu. Martin, þú baðst að fá það mál á dagskrá, þannig að vilt þú kannski bara fá byrja? Já, sem sé, við fengum fréttir af því að það ætti að byrja einhverjar framkvæmdir í Nýja Skerjafirði núna í sumar og nokkrir íbúar voru með spurningar varðandi það, var ekki alveg ljóst nákvæmlega hvernig að þessu staðið. Síðan var haldinn þarna einhver fundur, fríðfélagið stóð fyrir honum og okkur þótti kannski svona ekki alveg vera að koma fram, svör við ýmsum spurningum og við fórum að leita bara upplýsingum á upplýsingarsíðum Reykjavíkurborgar. Þar eru einhverjar upplýsingar einmitt þessi möl sem hafa verið gerð og eitthvað svoleiðis, en ekkert nákvæmlega hvað yrði í hvað skyldi ráðast akkúrat. Svo íbúasamtökin tóku saman nokkrar spurningar sem við sendum á borgina. Ekki fengið svör við því ennþá. Ég heyrði frá einhverjum á föstudaginn sem að það væri í vinnslu. Þau ætluðu að reyna að ná þessu fyrir þennan fund, en þau eru ekki búin enn. Þær spurningar sem við vorum aðalega með, tölvunum var ekki búin, voru aðalega sem sneru að sem sé dagskráni, hver verið uppfærð vegna þess að einhvers þar sáum einhverjar upplýsingar þar sem að ætti að fara þarna í einhverjar fyrstu framkvæmdir við jarðvegsflutning og svoleiðis 2020-2021, það sem þetta er liðið. Svo eðlilega urðu þarna tafir vegna faraldurs og eitthvað svoleiðis. Og það er eflaust skilst mér, er bara vinnan aftur værin í gang og en þá langar okkur að vita hver er dagskráin, í hvað á að fara hann í sumar. Tímaáætlun. Já, og síðan voru líka er talað að jarðvegurinn eftir olíubirgðastöðina er mengaður, síðan var slökkviliðið með aðstöðu þarna og þau voru æfingar, svo það er alls konar efni sem var leikið að niður. Svo voru gerðar einhverjar kannanir á svæðinu og það er bara á teknum sýni, þetta sendt út, mælt og kjölfarið það ákveðið að gera frekari rannsóknir og það var gera fleiri próf og líka metið hvaða efni var í þessu og út frá því hver sem áður sem þeir voru að gera fyrsta matið, að þá var verið annars vegar að miða við einhverjir norræn viðmið, en síðan er bara efni í íslensku jarðvegi og öðruvísi heldur Norðurlöndunum, svo það var vist verið að vinna einhverjir ný viðmið og þau voru komin í gagni þegar seinni ítalegri rannsókn var gerð og þá var jarðvegurinn flokkað í þrennt: rauður jarðvegur, gulur jarðvegur og grænn jarðvegur. Og eftir mínu skilningi þá var grænn jarðvegur eitthvað sem bara er í lagi. Það má bara nota það í íbúðabyggð og svoleiðis. Gulur, þá fer jarðvegurinn yfir einhver viðmið fyrir íbúðabyggð, en það má nota hann í atvinnurekstur og iðnað og svoleiðis. Þetta er rauður jarðvegur sem bara, þetta á bara ekki að vera í byggð og það þarf bara að fjarlægja. Og í þeim skýrslum sem ég hef lesið, þá var á skipulagi að flytja allavega eitthvað af gulum jarðvegi yfir á bara flugvallarsvæðið. Það er mönin sem liggur eftir Einarsnesinu og á milli þeirrar manna, ef ég er að skilja þetta rétt. Og þetta er ekki á kortinu sem ég bara platsaði. Á milli manarinnar og flugbrautarinnar, þar er einhver lægð sem ætti fylla upp í með stórum hluta þessu guladóti og þá er það bara
í lagi og það ekki flytja það út úr hverfinu. Eitthvað til brauð þarf að flytja út úr hverfinu og þá spurningin hvernig það gert. Það fengum við höfum ekki fundið neinar upplýsingar hvernig það gera. Það hugmyndir sem ég hef heyrt og ég veit ekki og ég bara heyrði frá ólíku fólki sem annars vegar að taka þetta út undir Einarsnesinu, hins vegar að taka þetta sem í gegnum flugvöllinn og bara eftir Hlíðarbæti eða eitthvað og síðan að taka þetta sjóleiðis. Og ég heyrði þessa sjóleiðis hugmynd í sömu andrá og það væri þegar búið að fella það út vegna þess að þetta ekki sniðugt að vera með mengan jarðveg á bát sem mögulega eitthvað geti farið út. Ég veit í hver áhættugreiningin sen heyrði ég einhverja seinna mögulega þetta verið ennþá við og ég veit ekki. Með hugmyndin farið í Einarsnesið að þá sem þetta spurningin bara ok, hvað í þessu og hvernig það gengið frá því? Vegna þess að ég heyrt að þeir voru að taka úr grunninum við spítala að þá hafi alltaf bara verið dúkur settur yfir bílana þegar það var þurft til að ekki fjúka út og að alltaf fyrir óku upp á grunninum að það voru dekkin skorið. Þannig að það voru þannig sem hreinir bílar sem óku gegnum borgina. Ef þetta eitthvað sem bara í planinu og þetta ásættanlegt, þá það ok. En síðan líka þessi möguleiki að fara bara möguleiki gegnum flugvöllinn. Þá þetta mögulega eitthvað sem að íbúastundur viðborgar víða ekki að tekið verið, en ekki lengur vandamálum skerðir í okkur veðsumlæði. Svo þetta eru bara svona hluti sem við höfum ekki ennþá ekki svör við og það svo gott að fá svör við. En það sem mér skilst að það sé ekki alveg búið ákveða þetta, sem þýðir þá mögulega að þetta bara ekki að fara í gang í sumar. Og ef þetta ekki fara í gang í sumar, þá heldur við bara öll tiltölulega slöku yfir þessu og skoðum þetta þegar það að því kemur. Síðan voru það spurningar með bara með Einarsnesi, það ekki hún bara svona eins og margar götur í Vesturbænum, bara gamlar götur og gömul skipulagi og ekki gerð fyrir bara nútímann og aukna byggð. Þannig að við höfum heyrt að það eigi að gera eitthvað á Einarsnesi og við höfum sendið það eina fyrirspurn sem það bara hvað á að gera og við höfum ekki bara fáið þetta svar en mér skilst bara að fólkinu tala við að það sé ekki alveg búið að ákveða það en það eigi að leggja áherslu á bæta við fyrir bjóðan og ganganin sem ekki til staðar en síðan bara þessi spurning hvað á að gera með flutninga og einhvern veginn hörði ég ef það eigi að flytja þetta gegnum Skerjafjörðinn eftir Einarsnesinu að þá ætti mögulega að búa til einhverja tímabundna leið inn á núverandi flugvallarsvæðin sem hinum við þá girðingu en já það alls konar hluti sem að við vitum ekki og við höfum bara ekki fengið svör við og ef það eru framkvæmdir bara í gang þá gerir ég ráð fyrir að það sé auðveldara að útbúa þessi svör þannig að það var gott að fá borgin sé ekki skuldbundin að svara fyrir eftir 4 eða 6 vikur eftir að fyrir best. Hver síðan framkvæmdina? Hver framkvæmdastjóri? Ekki Vegagerðin eða bara borgin? Ég held að það sé bara borgin. Þetta er alls ekki inn á Vegagerðinni. Vegagerðin ekki veghaldur á þessu svæði. Þetta bara borgarland. Það var þarna í þessum skiptum borgin og eins og ég skil eftir því sem ég best skil að það var sent eignarhald á landinu undir flugvellinum svolítið flókið, svolítið svona útasaumur og ríkið og borgin þau einhvern veginn gerðu eitthvað landaskipti held ég, þannig að eitthvað land sem undir flugvellinum og var í eigu borgarinnar að það fór til ríkisins og meðan eitthvað annað land sem var undir flugvallarsvæði sem núna til dæmis nýju Skerjafjörður eða ég veit ekki nákvæmlega hvað svæði, þau fóru til borgarinnar. Svo mér skilst að borgin sé sem eigi allt þetta land þarna sem í boði svo þetta algjörlega undir borginni. En síðan spurningin hvort það sé væntanlega umhverfis- og skipulagssvið sem
sér þetta. Þegar þú segir að þú sért að senda fyrirspurning, hvert er þetta að senda fyrirspurning? Bara á upplýsingar@reykjavík.is Ok. og síðan koma þau þessu bara til skila. Og sem íbúðarsamtökin hafa oft, við höfum nokkur sem sendt fyrirspurnir á borgina. Það bara, reyndar, kannski sendum við þetta á ÖSK Reykjavík. Það myndi allt fara... Já, það hefur aldrei verið vandamál og eftir því sem ég heyrði, það var manneskja á borginu, það er samband við okkur, við okkur bara vita að þetta er í vinnslu. Og svo þetta er komið á réttarskali í því. Og þetta er svona í kanal, en eins og ég segi, það eru spurningar sem er svolítið eftir að svara. Íbúðarsamtökin vorum að ræða það að vera mögulega bara með einhvern svona upplýsingafund þegar við værum komið með frekari upplýsingar. Þá bara kannski einhverja aðila, ég veit ekki hvort við komum einhverja frá borginni eða bara einhverja sérfræðinga á skipulagsmálum sem getur komið til okkar. Þetta er bara eitthvað sem við erum búin að skoða. Yeah. En já, það er svolítið erfitt að eiga samtali eitthvað sem vantar upplýsingar en þetta er eitthvað sem borginni bara vinna fyrir. Það er bara mjög flott að þið eru að efla ykkur í að safna saman upplýsingum. Anna-Lísa, þú á menningaskrá. Já, ég ætlaði bara að spyrja hlutfall rauðra og gulra sýna en svo er ég búin að finna það hérna á Reykjavík.is skýrsla frá Efling þessa nýju framhaldsrannsókn og magntökum. Þannig að þetta já, kannski... og þau eru vist líka að laga upplýsingarsíðuna fyrir nýja Skerjafjörð, en ef þið farið á reykjavík.is/nýi _Skerjafjörður, minnum við, að þá er síða með alls konar dótið. Og þar á meðal eru hlekkir á þessar tvær, nú að því aðeins að baka, ég man ekki nákvæmlega hvað þessi, ég veið það einhvern tölunni, næja komin í gang. En ég held að sé inn á þessari síðu, þá sé hlekkur á, mögulega bara á fyrra mati. Já. En síðan var gert ítarlegra mat, það er held ég eitthvað sem ég fann ekki, nema eftir að hafa verið að leita að einhverju öðru, að það komir inn á einhverja fundargerð, einhvers fundar, þar sem að tala nýju skýrsluna með titlinum og þá gat ég fundið hana. Líka, hún er bara eitt af þessum gögnum sem er grafið inn á vef Reykjavíkurborgar. En mér skilst að þau sé að vilji bæta þessa upplýsingarsíðu og þá ætti þetta alltaf að koma að þeim. En ég get líka ég get grafið þetta upp og deilt með yfir. En það er einmitt tilgreint hversu mikið magn í einhverjum rúmmetrum. Það var ekki, þegar ég var að lesa í gegn, kannski þar ég bara að lesa þetta aftur í gegn, en þegar ég var að lesa í gegn þá var ekki alveg ljóst þessar rúmmálstölur, hvort það væri það sem þurfti að flytja af svæðinu eða bara heildar. Til dæmis með þetta gula. Rauðan alltaf þarf að fara í burtu skilst mér. Kannski núna, já. Þetta er í seinni skýrslan. Já. Geturðu farið upp og fundið nafnið á eitthvað til það? Framhaldsrannsókn og magntaka í jarðkönnuninni í Skerjafirði. Já, það er sem sagt fullt af upplýsingum sem við erum ekki alveg með ennþá, en það er í vinnslu. Já, ef einhver framkvæmdir eru farið í gang, þá er mjög óhepilegt að það sé ekki búið að upplýsa þessi hluti. Og ég bara já, ég á ekki vonað að það gerist vegna þess að þá held ég að það er bara mikið kurr í fólki. Svo þetta er eitthvað sem ég heldur að fylgjast með. Eru spurningar eða athugasemdir? Ég geri ráð fyrir því að nýja Skerjafjörðurinn verður rædd
áfram á þessum vettvangi og kannski aftur þegar að þið fáið svar við fullspurningar þá getum við alveg tekið það upp og fundið aftur. Það alltaf betra að ræða málin þegar við höfum gögn ræða út í frá. Þá skulum við bara ljúka þessu liði og svo förum við yfir á næsta lið sem staðan á LED-væðingu gatna og umhverfislýsingar í Vesturbæ. Þar vorum við að fá skýrslu eða bara stutta samantekt sem við getum vonandi varpað upp sem rauninni bara yfirleitt yfir ljósastaura í Vesturbæ og þegar við aðeins neðar kannski. Þegar sjáum við á korti bláu punktana þarna sem líta út fyrir að vera einhvers konar línur þegar það eru svo margir punktar. Það eru lampar þar sem er búið að skipta sjáum við svarta punktana, það eru lampar þar sem á eftir að skipta í LED. Já. Á næstu mynd þarna sjáum við lampana sem eru í eigu annarra og svo eru líka nokkur ljós þar sem er búið að setja inn lampar þar sem er hægt að skipta liti sem örugglega að hugsa einhverja skemmtilega pælingar í kringum. Einhver sem vill tjá sig skýrsluna og stöðuna? Martin, þú varst að biðja að fá upplýsingar þetta og varst með einhverja fleiri spurningar. Ég vil bara meta athugasemdir. Þegar við vorum að spjalla þetta á fundinu þá vorum við að spjalla alls konar hluti tengt þessu. Þannig að það eru bara að safna á einhver svör. En mér finnst svolítið eins og það sem þetta bara mjög áhugavert en svarar ekki alveg þeim spurningum sem við vorum með. Við vorum með hans að tala útlit og forgangsröðun með vegna þess að einhver tíma var þetta rætt hjá íbúðarlandi fyrir einhverjum árum og þá var einmitt höldum það hvort að þetta endurskoða hæð ljósastaura og eitthvað svoleiðis. Svo að það ekkert snert inn á því í þessu. Svo ég þegar ég las þetta í gegn, það sem fyrst að hugsa að hefði mér eftir í lagi að fá alltaf drög að þessu svari fyrr til þess að geta sagt, já, þetta ekki alveg spurningi sem við vorum með. Svo þetta eitthvað sem að ég fór líka að velta fyrir mér með íbúðaráðum, þetta alltaf nýtt fyrirbæri tekið við af hverfisráðunum og ennþá svona smá mótum. Að upp á það að íbúðaráðin séu þetta samtal á milli íbúa og borgarinnar, að það kannski mætti aðeins svona fínpúsa hvernig upplýsingar þetta samtal fer fram og tilbaka. Vegna þess að ef að við eða tekur þetta mánuð að spurja og fínpúsa fyrirspurnir og eitthvað svoleiðis, það svona, en kannski þetta bara að við þurfum að vera aðeins agaðri með skýrari fyrirspurnir og þegar það kemur upp og þá kannski þurfum bara að setja ekki bara fela það einhverjum starfsmanni að heyra í einhverjum heldur að setjast niður og vera með kannski aðeins bara skýrari fyrirspurn. Það kannski óþarflega stíft, kannski þarf bara að vera einmitt aðeins svona meira í því hvað maður að segja casual samtal, bara svona við erum með þessar spurningar, erum með einhver svör, já, getum sagt eitthvað þetta og er það fínt, já, endilega þá er þetta að taka saman eitthvað meira. Ég veit það ekki, þetta er bara svona mínar hugleiðingar. Ég fór líka að velta fyrir mig með þessi ljósker, að fyrir einhverjum árum þegar Orkuveitan var að fara í sína leitvæðslu, þá voru þau líka svolítið með myrkurgæði í umræður og þá svona velti fyrir mér, já, hvort að það sé svona lýsandi að áttir sé að ná þeim markmiðum vegna þess að ég veit alltaf að ég held að sé lýsingin virki með og hvort hún ná eitthvað
eftir Urmeila Dunha eitthvað. Þar tók ég þau þegar og skipt ljósker. Það var allt önnur upplifun sko, eftir í hvað átt maður fórði vegna þess að stóru, háu, hraðbrautar ljóskerin, þau einhvern lýsa upp allt og líka ljóskerin á bílastæðinu þjóðbóklegina að þau einhvern bara lýsa upp allt. En síðan það sem verður með sko, þessi ljóskeið sem er bara að lýsa niður, það verður svona, já, miklu meiri myrkur gæði og ekki að lýsa upp allt saman. Svo þetta er svona aðrir hluti sem að hefur verið gaman að fá rætt hérna, en ég veit ekki hvort við erum að senda nýja fyrirspurn, þá kemur svarið einhvern í september. Ég er svona, þetta er ekki brýnasta máli en væri áhugavert og kannski einmitt annað sem væri bara þetta er mjög áhugavert verkefni sem Reykjavík fór með og það væri kannski bara áhugavert að byrja sér að tala en mögulega væri þetta bara eitthvað sem að borgin ætti að vera með upplýsingasíðu sem ekki að eiga að ráða nýjan verkefnisstjóra bara í að vera leitstjóri en ef það er ekki mikið overhead að þá væri svona upplýsingar bara áhugaverðar fyrir og gagnlega fyrir íbúa að geta fylgst með hvað er í gangi og slíkt setja því í samhengi af hverju við erum að gera þetta versus eitthvað annað. Já, ég er sammála, það er mjög gott að fá þessu upplýsingar og við held að við getum alveg verið bettari í okkar fyrirspurnum einmitt til að fá betra svör og svör alveg við því sem við erum að spyrja Það er líka, við getum alveg rætt að við heimir meira milli funda hvernig við skipulegum þetta sem best til að ná á. Hvernig sem við sjáum þig það skipulega eða Ég var að velta fyrir mér til dæmis ef að LED-ljósin eins og til dæmis mér sko að það svo koma alveg dóttilegt, já. Slást? Já. Þú veist eins og ef að ljósin eru sterk og á ákveðnu svæði, það sem Reykjavíkurborg á, ef það er sterk ljós, ef að vera slást eða ráðast á eitthvað, þá sjáist það vel. Það er svo erfitt að sjá ef mér finnst LED-ljósin vera sterkari á þeim svæðum, þannig mér finnst það betra, mér finnst það mjög gott að þetta sé, að skipta þessu. Já, öryggissjónarmið er mikilvægt. LED, það sem er LED-ljós og það er meiri birta. Já, algjörlega. Þannig að það auðveldir að sjá, það sem eru öryggismyndavélar og svoleiðis, þannig að mér finnst, ég held að sé örugglega það sjáist betur þar sem þær eru þegar LED-ljósin eru komin. Þá skulum við bara fara yfir í lið 3, málefni hverfisins. Þetta er liður sem er bara til að fá einhver mál sem við höfum ekki rætt eða sett á dagskrá fyrirfram. Við vorum svona aðeins að ræða þetta á síðasta fundi þegar Heimir var ekki að opna meira en við höfum gert í vetur. Þannig að opna fyrir þeir sem eru hérna geti tjáð ykkur einhver málefni sem náðust ekki inn á dagskrá. Þannig að ef það er eitthvað sem ykkur langar að ræða, sérstaklega í ljósi þess að við erum með varamenn á fundinum, þá er þetta staðurinn sem við komum með svona. Til dæmis hvað þá? Hvað ertu að menna? Bara ef það eru einhver mál sem annarkvort þóttist og lítil til að setja á dagskrá sem sér málefni eða eitthvað sem er komið upp síðustu vikuna þannig að það náðist ekki inn á dagskrá fyrir frestinn. Ef það er eitthvað svona sem ykkur langar að ræða á þessum vettvangi þá... Ég er kannski bara með eina svona pælingu sem kom núna í vikunni. Er eitthvað gert á 17. júní í Hverflun? Er það eitthvað svona sem er
Við vorum hérna á fundi að veita penning til Skerjafjarðar. Þar verið að halda upp á 17. júní hverju ári. Þau eru alltaf að sækja penning í Hverfisjónum og hafa fengið stuðning til að halda upp á 17. júní. Það er engin önnur hverfafélög sem hafa Það ekki alla fólkinu eitthvað en bara hálfu Vesturbæring á Seltjarnarnesi á 17. júní. Já, ok. Sko, ég bara gerir ráð fyrir að það yrði skrúðganga frá Melaskóla niður í bæ. Þau eru bara að reyna að fletta upp hvenær hún leiðist það, þá bara fann ég ekki neitt. Og það virðist bara að hún hafi ekki verið. Sem að Hefur þá verið yfirleitt eða? Já, bara í árið. Þetta er alltaf, bara frá því að ég var græði. Svona þetta var einmitt, ég sá að það voru fleiri sem voru að velta fyrir sér. Hvað er orðið af þessu? Það var annars ekki verið neinn svona 17. júní, það kannski verið bara hliðin Hljómskálagarði. Svo ég hef alltaf farið bara niður í bæ og Hljómskálagarði. Það voru öðvitað 500 plús Vesturbæringar bara að horfa á Kristján Dagsel og einhver sröktur. Bara, þú veist, ef það hefði verið eitthvað sundlega á tóninu eða eitthvað skilur sig Sko, ég tók eftir því að það er Breiðholtið, það er svona íbúið síða á Facebook og það var einmitt hvort það væri ekki neitt í hverfinu. Það myndi meika alveg fullkomlega sen, sko. Það langt upp frá að fara niður bæir. Það var eitthvað í Kópavogi, Hafnarborginni, sá ég, það var í Hafnarfirðinum, einhver risa. Og þetta er alveg svona nokkuð sem maður mætti alveg skoða svolítið hvernig við höfum 17. júní. Já, komandi frá Noregi er ég alveg saman. Ég er að vinna út í KR. Má ég aðeins bæta við? Mér finnst, eins og til dæmis í Mosfellsbæ, Kópavogur, Hafnarfirði og Breiðholt og þess að það og Reykjavík, það er kannski bara að senda einhver skilaboð eða pósta eitthvað til að fólk viti hvað þetta er, þannig að það getur það valið hvar hátíðirnar eru, ef það er eitthvað sameiginlegt þar sem er sent bara hvar er eitthvað að gerast, þannig að það veit fólk það. Til dæmis. En ég fór ekkert á laugardaginn á 17. júní, ég fór ekkert, en ég veit að mömmu fannst svona að vera svo mikla breytingar frá því gamla daga, þá var þetta svo stór hátíð, svo virðist þetta búið að vera búið mikið núna bara seinni árin, sko. Það sér uppsíða inn á Reykjavík.is 17. júní og þar var alveg dagskrá og upplýsingar það sem er í gangi. Kannski hefur ekki verið sagt nógu vel frá því, þannig að vissi af því. Svo þekki ég bara ekki alveg fyrirkomulagi nógu vel hvernig þetta er gert í borginni, en í Noregi eru alltaf 17. maí nefndir í hverjum sveitarfélagi sem eru að standa fyrir skipulagi svona. En Heimir getur kannski upplýst okkur. Já, mér þekki ekki nákvæmlega hvernig Reykjavík hélt á þessu í ár, en ég veit allavega til þess að þau voru vissilega með hátíðahöld og ég held aðalega hér í miðbænum og í kring. En það sem er verið að kalla eftir eins og þið að tala út í hverfunum, þá eins og þið þekkir, þá hafa undanfarin ár til dæmis verið í það minnsta myndarlega hátíð í Breiðholti og að ég held eitthvað leyti í Grafarvogi líka. Það er hins vegar óháðir aðilar sem hafa staðið að því, meðal annars með styrk úr Hverfissjóði og Sumarborg sem var svona systursjóður Hverfissjóðs. En eins og þið þekkið þá var nú skorið myndarlega niður í Hverfissjóð og svo er þessi Sumarborgin sem íbúar fengu hafa úthlutað úr honum undanfarin 3 ár. Það var hins vegar viðbragð við COVID og var ekki framhaldið. Þannig að það var töluvert minna til skiptana í þetta. En svo það sé sagt, þá er þetta náttúrulega þessir viðburðir sem talað upp í Breiðholti, það eru sem sagt bara frjáls félagasamtök sem hafa staðið fyrir slíku. Sigþrúður,
vel. Komið þið sæl. Ég einmitt heyrði þetta eins og þið nokkur þarna nefna, hafi nefnt að fólk saknar sem sagt þessara skrúðgöngu sem hefur farið sko síðustu 10 ára frá Melatorgi eða Hagatorgi niður í bæ og bara þessi stemning sem hefur verið svona sett út í öll hverfi að hún hefur svona síðastliðin ár verið stöðugt að minnka og það væri bara gaman að fá aðeins betri mynd á það einmitt hvernig undirbúningurinn er og þá þetta samtal við íbúana í hverfunum. Svo að Heimir, ef þú hert með ykkur tengiliði, þá væri gaman að heyra frá þeim betur. Veist þú við hvern við ættum að tala? Já, ég veit Já. það. Ertu til í að senda mér nöfn? Ég væri alveg til í að heyra Ég í skal þeim. það. Takk. Ef það er svona bæklingu við upplýsingar, þá er það svona sterkara, það er fólk gleymir ofta að kíkja á internetu og leita og eitthvað. Ef það er bæklingur, ég held að það sé sterkara að fólk getur aðeins kíkt á í hann og þá kannski mætir það frekar á réttum tíma og þess aftar, sko. Ég veit alltaf að fyrir mitt leyti það var svona pínu sárt að ég er að vinna til KR að sjá Gróttu vera að taka ansi mikið af pening inn þarna. Ég sá þetta var bara fjárhagurinn fyrir handboltinu Gróttu. Þau voru bara með leikmenn að afgreiða dýrar pylsur og þannig. Það var bara endalaust að Vesturbæingum annan. Ég er vissum að KR væri alveg til í að gera eitthvað gráðfélag sem tekur Breiðholtið. KR skiljiði í Vesturbænum á Sundlaugatúninu eða eitthvað sko. Veistu hver sá þetta var Seltjarnarnes bær sem var að reka einhverja skemmtiatriði og það Grótta bara koma að bara með Björgunarsveitir var með eitt tjald og Grótta með eitt tjald og grunar að bærinn hafi styrkt þetta. En það var alveg tilvalið að KR myndi standa fyrir einhverju á næsta ári og þá líka að sækja í hverfisjóð til að fá til dæmis einhver skemmtiatriði eða eitthvað eins og við höfum styrkt. Það er það að hugsa þetta sem sko kannski smá, þú veist, svo er skrúðganga eftir leikinn. Sko, ekki það allt hafi verið betra í gamla daga, en í gamla daga þá var hérna allur fríkirkjuvegurinn var bara þessi rauð bara ding og það bara statt á. Þar voru einmitt alls konar aðeinar sem voru bara í fjárhagurinn. Það var eitthvað sem að KR geti Við vorum með tjald hérna í KVF hérna, það er kannski þegar Vesturbær fyrir þriðjudildina, það var okkar stærsta fjárhagurinn alltaf hérna á fjárhagurinn að selja þar. Það er bara gott fyrir félaginu sko. En veitir, af hverju það ekki eins mikið af þessu núna? Nei. Hefur KR eitthvað reyndið að vera með eitthvað? Ég bara veit það er í bæ? Ég veit ekki sko. Það er á skærum tíma sko. Já. Ég er búinn að vinna það núna í 1,5 mánuð. Gjafur með það á hreinu. Það eru fleiri mál sem Já, ég var bara að hugsa sko, ef við fáum tengilið sem er í þessum undirbúningshóp, þá getum við líka fengið þessa svör við þessu spurningu varðandi tjöldin og svona skipulagið. Er það ekki? Algjörlega. Að gera að vinna þetta núna áður en að næsti 17. Hann verður mættur áður en við vitum af. Gætið þú, Sigþrúður, látið okkur vita á einhverjum fundi ef þið komist að einhverju? Ég get alveg verið millilegur í einhverjum samskiptum. Ég þarf bara að fá kring kött eins og við ræddum áðan. Hvaða upplýsingum eru það óskert eftir og hver eru hugleiðingarnar eða spurningar? Eða kannski spurning bara þetta er kannski eitthvað sem að Sigþrúður eða þau í Vesturmiðstöð kannski bara getur unnið. Ég veit ekki hvort við þyrftum að vera einmitt sko að eða hvort við höfum forsendum til að elta þetta eitthvað meira heldur en þau. Hvað segir þú, Sigþrúður? Ég held sko að Heimir, ef þú finnur bara við hvern við eigum að tala. Ég er búinn að senda það. Ok, flott er að þá bara setjum við niður spurningar varðandi sem sagt hver er í undirbúningshópnum, hvernig er samtalið við íbúana og hvort að það sé eitthvað fyrirsjáanlegt að það verði meira eða haldið áfram með eitthvað uppákomur út í hverfum.
Er það ekki? Er það ekki það sem við erum að velta svona aðalega fyrir okkur? Jú. Ok, flott, ég skal senda og við heyrumst svo. Já. Vonandi fáum við svör fyrir næsta fund. Frábært. Takk. Svo erum við á frekar góðum tíma, þannig að mér langar að taka upp mál sem barst bara áðan deiliskipulagsbreytingu. Það má hver sem er í ráðinu óska eftir að fresta því, en þetta er deiliskipulagsbreyting á Landakotsreiti. Þetta er auglýsing sem er núna í kynningu frá 16. júní til og með 28. júli sem er hérna með varpa upp á skjá. Þetta er til framlagningar, þannig að nema einhver hreyfi mótmæli, það er alveg með að við bara tökum þetta fyrir á þessum fundi. Sé enginn sem mótmæli, þannig að þá förum við yfir þetta. Heimir, vilt þú taka okkur bara fljótt í gegnum þetta? Ég get svo sem ekkert frætt ykkur sérstaklega mikið þetta, annað en þetta bréf barst bara inn á Háskólaráðsins, það bara var tilkynnt að þessi deiliskipulagstillaga sé í auglýsingu. Ég get líka frætt ykkur með því að ég held ég fari rétt með, í það minnsta var þetta mál á borði fyrra íbúðarráðs. Þau voru að reyna að ýta á eftir því að þarna kemi sparkvöllur. Já, við vorum líka að ræða þetta á einhverjum fundi í vetur. Einmitt, og þannig að þetta er svo sem ég held að sé 2-3 ár síðan þau voru að reyna í þessu máli áfram. Þannig að þarna er allan að gera bara ráð fyrir þetta sé svona undirbúningur. Hvaða breytingar eru þarna? Bara að finna þessi tillögu. Er þarna verið sem, er þetta deiliskipulagstillaga til þess að koma þessu sparkvölli fyrir? Eða er verið að breyta þeirri tillögu sem var þegar komin? Ég er ekki búinn að fara alveg inn í skilgreina stærri svæði sem leik, íþrótta og dvalarsvæði. Skipulagsskap.is/issue/232. Já. Þetta er nokkað nýtt að ég voru að vísa í þessa skipulagsgátt. Já, er hún ekki búin að taka við alveg af skipulagi kynningu? Sýnst það. Mikið framfara skref. Já, mér finnst þetta vera einmitt að breyta deiliskipulagi þannig að það getur verið leiksvæði. Korti, það fyrir inn á gögnin, það er mynd í PDF-inu aðeins neðar. Það verður skilgreint þannig að leiksvæði fyrir fótboltavöllinn. Ég hugsa við bara að fögnum þessu. Já. Hvað verður það með róluvöllum sem verður? Færður til þannig að börnin geta leikið annars staðar en á Það er alveg skilgreint bara flott svæði þannig að Hérna er líka já, sunnanmegin og Já, það þeim- bara ekki alveg út af veginum. geggjað.
Þannig að þetta var Uppáhalds minn var einmitt Svartfell og síðan orðin Kerlu og þá byrjaði Já. þetta bæta við. Þetta var eina, þróast. ég veit að þetta var spurning sem að foreldrar í Landakoti voru búin að spyrja, verður ekki örugglega alltaf á róluvelli? Já. En svarið er já, frábært. Við þetta búið að kalla mikið eftir sög foreldrum og skólanum, þannig að það verður mikið gleði ef þetta verður saman. Gott ef það var ekki afhentir, voru ekki nemendur afhentir skipulagslista. Glæsilegt. Þá erum við upplýs þetta. Þá höfum við eitt mál eftir á dagskrá sem er lokafliður. Þannig að þá sköpum við á streymi.